Alveg að stutt á milli verkefna núna, næsti gluggi, svona 2 heimaleikir, hvernig bara leggst það í þig? Bara mjög vel sko, bara gaman að vera á Íslandi og geta hitt fjölskylduna og vini og svona líka inn á milli, það er mjög gaman. Hvernig bara þessi 2 andstæðingar, Wales og Tyrkland, hvernig metur þú möguleikana á móti? Bara, þú veist, bara við hefum séns á móti við báðum og já, við viljum bara nýta að vera hérna heima og í kuldanum þar sem þeir eru ekki vanir að vera, þannig að við erum að nýta okkur það vel. Gott að fá 2 heimaleiki í sama glugganum? Já, mér finnst það geggjað sko. Ég held að það sé gott og getur gefið okkur mikið ef við náum góðum úrslitum og báðum leikjum og getur gert helling fyrir okkur. Við spilum við Tyrkland núna í síðasta mánuði í einhverjum 30 stiga hita eitthvað, svolítið öðru fyrir þá að koma hingað? Já, ég meina að þeir eru ekki vanir þessum 0 gráðum sem hefur verið á leiknum held ég, þannig að við þurfum að nýta okkur það og bara vera þéttir og refsa þessum gæðum sko. Hvað svona tímamót hjá þér í síðasta glugga, fyrsti keppnisleikunum í landsliðinu og svona virkilega skemmtilegt? Já, bara mjög gaman að fá sénsinn móti Sjálfsfjörðurlandi og vonandi verða þær fleiri, þannig að þetta var mjög gaman að spila hann leik, mikil heiður. Hvernig upplifun var það bara einmitt að bara stíga út á Laugardalsvöll og svona mikið sem þú hefur hugsað síðan þá? Já, svona langt síðan ég hef verið svona kannski smá stressaður fyrir leik, en það var bara gott að finna þessi tilfinning aftur, eða svona að finna hvað þetta skiptir mann miklu máli sko. Þannig að, Það er svona koma aftur inn í hópið núna, er þetta einhvern veginn farið að venjast bara að vera svona fastur maður í hópnum eitthvað niður? Nei, ég myndi ekki segja venjast, þú veist, maður er alltaf stoltur að vera í hópnum og maður tekur ekkert for granted, þannig að maður þarf alltaf að eiga góða leiki sem maður er að spila og maður er aldrei 100% öruggur með neina stuðu, þannig að maður þarf alltaf að halda áfram í fótbolta og það er alltaf næsti leikur alls staðar sem maður er, þannig að já, maður er ekkert orðinn vanur þessu en það er gaman að vera þarna. Virðist vera þannig núna að við höfum fullt af markvörðum og fullt af vinstri bakvörðum, maður hörku samkeppni um þessa stöðu? Já, það er bara gott að það sé samkeppni og það gerir bara liðið ennþá betra og já, það er bara gaman. Hvernig finnst þér að berjast núna við Kolbeinn stöðuna? Það er bara mjög gaman, hann er góður vinur minn og við hefum alveg rætt þetta við styðjum bara hvern annan og auðvitað viljum við báðir spila en svo velur bara þjálfarinn hvað hann vill gera. Ef við fyrir til Noregs, hvernig bara finnst þér að hafa gengið þar? Bara vel sko, fyrstu 2-3 mánuðin voru kannski smá erfiðir en annars hefur bara frekar bara gengið verið mjög fínt, eða þú veist, liðið hefur verið að spila ágætlega og ég hef verið að spila vel, þannig að þetta er bara búið að ganga frekar vel. Ertu með augun svona einhvern veginn á í janúarglugganum? Nei, við sjáum bara hvað gerist, gæti hvað gerist, við sjáum til. Það er svona fótboltinn og tónlistin og allt þetta, hvernig gengur að samfélagslega? Þú varst að gefa út eitthvað lag á dögunum eða ekki? Jú, ég gaf út lag um daginn og síðan er eitthvað meira á leiðinni, þannig að þú veist, ég reynir bara að gefa út og svo leyfi fólk að hlusta, fólk sem vill hlusta að hlusta sko, þannig að mér finnst gaman að gera tónlist og ég mun ekki hætta því, það gerir mikið ég hef mikið frítíma að auðvitað fótbolta og gera það svona hérna á milli, þannig að það gerir mjög mikið fyrir minn haus og já, bara mitt hobby. Gaman að hafa bara nóg að gera? Jú, ég hef alltaf verið svoleiðis, ég er alltaf á milljón og elska að fara í golf líka og sund og alls konar hluti, þannig að ég hef alltaf eitthvað nóg að gera. Þér finnst bara líf atvinnumannsins bara virkilega skemmtilegt, eða ekki? Jú, bara geðveikt sko, ég er ekki að kvarta sko. Takk fyrir þetta og gangi vel. Takk fyrir.